Klukkan 4 á morgni. Smábátarnir á Flateyri liggja tilbúnir við kajan og sjómenn keyra línubala úr beitingaskúrum niður á bryggju þar sem þeir eru hífðir borð í bátana. Við ætlum að slást í för með systkinunum Steinunni Einarsdóttur og Birki Einarsinni á bátnum Blossa IS 225. Blossi nýtt og glæsilegt skip með 600 hestafla vél og 3 svefnpláss í lúkar. Ferðin heitið á miðin út af Barðanum. Þar leggjum við línu og veiðum á handfæri. Bróðir, hann byrjar alltaf til skaki í apríl og það snýst allt þetta, hann með 2 báta og þekkir fullt af köllum og ægilegur pælari. Hann segir að ef það dökkur sjórinn að þá verður ekkert fiskir í sko. Og það alveg, já, virðist alveg stundu rétt sko, en eins og núna maður sér hann alveg kannski á 8 metrum eða eitthvað. Núna maður sér svo vel, stundu sér maður ekkert fyrir maður bara komin upp í yfirborðið alveg. Þá betra fiskir í, en það ekki vanlegt ef það rosa dökkur sjórinn, segir hann. Munurinn að vera sko línni eins og núna mikið draga, þá ekkert verið að slaka á, getur verið inn, það alltaf að vinna, alltaf ekki mikið, þetta sé ekkert fiskir í sko. Það alltaf að standa við þetta og
passa bala, kannski minna fyrir mig að gera það aftur maður. Ef það er ekkert að blóðga. Maður svona meira getur hangið bara á rólegheitum á skaggjunni ef það er ekkert að gera hægt fisk í. Lína bara er maður að leggja og svo þarf maður að draga og svo heim. Skaggi er maður svona, já, og hanga yfir því og því eftir að koma eitthvað. Og ef þú leggur línuna, þú leggur hana á hvaða dýpi og eftir hverju þetta sækjast í botninu? Það er bara eftir árstíma, hvað er maður að leggja sko. Það er alltaf verið að reyna við þorsk, það er bara alltaf tíma ársins. Það má ekki veða ísi núna eins og við reynum bara við þorsk nema á stempilsvörtinni, þá er það bara stempilsvörtinni. Bátur líður út Eyjasund, en vor haf og land. Syngur blærinn einn aftanspund, aldan niðar blítt við sand. Ævintýrin eigum ég og þú, ólgar blóð og vaknar þrá. Fuglar hátt á syllum byggja bú, bjartar nætur vaka allir þá. Hvað er betra en vera ungur og ör, eiga vonir og æsku fjör, geta sungið, lifað leikið sér, létt í spori hvar sem er. Og við öldum niðum aftanspund, eiga leyndarnáð og ástafund. Bátur líður út Eyjasund, en vor haf og land. Við höfnina á Sauðárkróki er verið að landa ísuðum þorski úr togaranum Klakki. Áhöfnin er að gera sig klára til að fara aftur á miðin og við förum með. Það er komið kvöld og við leysum landfestar. Eiginkonur og börn sjómanna kveðja okkur á bryggjunni. Við verðum aftur í landi eftir 6 daga. Klakkur hefur fiskað á Íslandsmiðum í 36 ár. Hann var smíðaður í Póllandi árið 1977, gerður út frá Vestmannaeyjum sem Klakkur Vaffe 103 í rúm 15 ár, eða þar til hraðfrystihús Grundarfjarðar keypti hann. Klakkur kom svo í eigu Fisk Seafood á Sauðárkróki þegar Fiskiðjan Skagfirðingur og hraðfrystihús Grundarfjarðar voru sameinuð 1996. Við höfum viku til þess að vera með hans skamtur í frystihúsi sem það þarf og oft erum við fljótari, stundum náum við ekki út af veðri og öðru, en það er alveg undantekning ef við náum því ekki ef það er sæmilegar aðstæður til þess að ná því. Við komum yfirleitt alltaf í land klukkan 6 á mánudagsmorgnum og við förum aftur klukkan 8 á mánudagskvöld, samdægurs. Stundum erum við fyrir, en yfirleitt aldrei seinna. Ég væri náttúrulega að ljúga ef ég segi að þetta væri bara pís og geigl. Það er náttúrulega eins og við vitum að þá geta náttúrulega veðrin verið sérstaklega eins og á haustin og yfir veturinn verið svolítið erfið.
Og það náttúrulega bara raunverulega eitt svar við þessu. Það bara má ekkert klikka. Og ef þetta að klikka hjá manni, eins og menn hafa nú kannski stundum séð að maður ekki að hífa kannski mjög mikið í einu. Tala nú ekki að vera mörg svoleiðis hólin í röða, þá auðvitað fer maður að vera stressaður. Já, 90% af þorski fyrirtækisins unnið í, 80-90% unnið í frystihúsi. Þar eru náttúrulega, hvað ætli sé, 60, 80, 90 manns sem vinnur í húsinu. Eftir næturlanga siglingu erum við komnir á miðin norðaustur af Langanesi. Snorri skipstjóri, Kitti bátsmaður og Ómar vélstjóri standa vaktina í brúnni, en niður á dekki bíður fyrsta vakt eftir skipum og brúnni að láta botnvörpuna fara. Þegar trollið komið í sjóinn togað í nokkra klukkutíma. Það unnið á tvískiptum 6 tíma vöktum og okkar vakt bíður í matsalum á meðan verið að toga. Þegar búið að hífa fyrsta holið trollið bætt þar sem það hefur rifnað og það síðan látið fara aftur í sjóinn. Eftir það fer vaktinn niður og tekur til við að gera að aflanum. Við erum reyndar með einn aukamann borð, eftirlitsmann frá Fiskistofu. Hans verk að taka stikkprufur úr aflanum og mæla stærð fisksins. Ef hlutfall undirmáls fisks of mikið, gæti það þýtt að viðkomandi veiðisvæði yrði lokað. Aflinn blóðgáður og slægður, fer síðan í gegnum þvottavélar og aftur í lest. Þar hann flokkaður og ísaður.
Það var samþykkt að ekki verði tekið við styrkjum sem beinlínis eiga að undirbúa aðild. En hvað segir Steingrímur J. Sigfússon formaður VG niðurstöðuna? Í raun var þetta mjög góð niðurstaða mínu mati. Það er allstaðar sama, hvar við förum. Við fáum allstaðar þorsk. Vestfjörðum og Halamíðunum og þar vestur allan kantinn. Jú, svona var stundum að fá svolítið að karfa með. Það er búið að vera núna síðustu 2 árin og sérstaklega eins og núna fyrir okkur, við erum farin að flýja, það er svo mikið að karfa á ferðinni. Það sem er mesta breytingin er þetta blessaða kvótakerfi. Þegar ég var að byrja og var þannig til að kvótakerfi kom, þá fengur menn bara að veiða nánast eins og þeir gátu. Þetta var svona eins og maður segir kannski ólífiska veiðar. Það menn náðu að skila bara hvað miklu og fljótir eru voru að því. Það er aðferðarnótt mánudags og við erum á leiðin í land. Við komum heim með vikuskammtir fyrir frystihúsið, 120 tonn, eftir 6 daga á sjó. Á sjó, á sjó, þeir sóttu sig og sigrum hafinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úr sjá. Í rækjuvinnslu Hólmadrangs á Hólmavík er verið að vinna rækju til útflutnings á Bretlandsmarkað. Hólmadrangur er langstærsti vinnustaðurinn á Hólmavík. Rækjan er lagruð í saltpækli, soðin, pilluð og fryst. Hráefnið hefur verið fengið víða að, meðal annars úr Ísafjarðardjúpi, þar sem bátar frá Ísafirði er á innfjarðarækjuveiðum.
Þegar komið nóg í pokan híft og rækjunu sturtað í móttökuna. Rækjutrollið útbúið með skilju sem kemur í veg fyrir að fiskur komi með í trollið. Endanleg hreinsun fer síðan fram borð. Rækjunni landað samdægis og henni ekið til vinnslu. Ingunn AK-150 liggur við festar í höfninni á Akranesi. Það verið að skola tankana og gera skipið klárt til veiða. Loðnuvertíðin að enda og þetta sennilega síðasti túrinn á þessari vertíð. Ingunn AK var smíðuð í Síle árið 2001 fyrir Harald Böðvarsson og Co. á Akranesi sem síðar var hluti af HB Granda í Reykjavík. Þetta skip hérna 10 ára gamalt. Þetta er kallað sem uppsjávarskip og þá getum við veitt á þessu pólmuna, síld, makríl. Við getum veitt í flottroll og við erum með nót eins og við erum með núna. Þetta er bara meira spennandi heldur en hitt. Ég pröfaði hef pröfað net og troll og svona. Þetta er langt skemmtilegasta veiðiskap. Eins og núna þessu hérna hjá okkur, þá byrjuðum við í fyrra, fyrir jólin. Það var gefin út kvóti í nóvember í fyrra og við byrjuðum í desember. Síðan
vorum við stopp svolítið í byrjun janúar. Þetta byrjaði fyrir norðan og norðan Kolbeinsey. Við gengum þarna austur með og suður með austfjörðum og hinga vestur og hrygnir hérna í sunnan Suðvesturlandi. Þetta allt voru mikið stærra. Þessi bátar voru bara að taka 300 til 400 tonn. Eins og þetta skip hér sem tekur 2000 tonn. Það voru að gera breyting á. Veiðarfærin voru mikið sterkari og stærri og allt öflugra. Hvort nú betra að vera kokkur á Hafsatí? Það hvort ekki skemmtilegt. Það í rauninni ágætt að vera kokkur náttúrulega á mér inni, sko. En það líka fínt að komast út líka, sko. Byrjaði þá fyrst var ég kokkur á Hafsatí. Svo fór ég alveg verið kokkir, og það bara mjög gott líka. Þetta venst, þetta svoleiðis, sko. Þetta venst bara og það mjög gott. Það nú allt í lagi ef það veiðist vel, þá verður kokkurinn í friði. Ef það fer að veiðast illa, þá má ekki bregðast við kokknum, sko. Það tekur það alveg á að vera mikið að heiman en svo bara þetta venst náttúrulega bara eins og annað. Ég segi að það engin munur á þessu eða vinna á jarðýtu einhvers staðar eða þú ert bara í fríi þegar þú ert í fríi og í vinnunni þegar þú vinnur. Það margt sem nærði ekki og missir á en síðan náttúrulega þegar þú ert í fríi þá getur þú tekið þátt hverju öllu sem þetta er hug. Eftir 4 klukkutíma stími erum við komnir á miðin. Þarna fjöldi skipa en nú eru menn að keppast við að ná að veiða allan kvótann áður en loðnan hrygnir og drefst. Þetta líka verðmætasti fiskurinn því nú hægt að ná hrognunum og frysta þau. Hver útgerð hefur sinn einkennislit á skipum sínum. Til dæmis eru Grandaskipin hvít og blá, en skip Samherja á Akureyri eru vínrauð og hvít. Loðnan veidd í svokallaða nót. Þetta allt öðruvísi veiðiskapur en togveiðarnar. Þegar loðnutorfurnar koma upp í sjónum nótinni kastað, siglt í hring og hún síðan snurpuð saman. Fyrst nótin tekin saman að neðan og síðan á ofan. Pokinn síðan dreginn upp að skipsliðinni þar sem loðninni dælt úr nótinni. Þegar hún fer að nálgast hrygningu, þá gerist bara reglulega hratt og menn þurfa að vera á réttum stað á réttum tíma. Og svo eins og veðrið var núna í vetur þá má segja að þetta hafi gengið eiginlega vonum framar. Þegar hrognatími byrjar þá þetta bara dagaspursmál í rauninni. Hvernig til tekst það veltur eiginlega bara á bæði veðri og svo vinnslunum í landi. Jú, þetta orðið svolítið kapphlaup að því leyti það sem við erum að glíma við þessan vertíðar aðra veðri. Það var norðaustan rok megnið af janúar og síðan eftir að loðnan var komin að Suðurlandi þá hefur bara aldrei verið veður eins og til að kasta nót fyrir sunnanland. Það hefur verið að veiða svolítið hérna í Faxaflóanum síðustu viku. En það lítur ekkert vel út núna með veðrið næstu dag. Maður finnur þetta á Astig sem með, Sónar sem með hérna og reynir svo bara að koma nótinni sem best og hagkvæmast niður í þá lóningu og reyna að ná sem mest úr þeim. Þetta bara snýst það. Ég tek bara hring í kringum inn í torfunni, kringum torfuna eða í torfunni. Síðan það tekið og snurpað og nótið snurpað og dregið eins og inn og síðan dælt úr henni. Síðan þetta bara aftur sama ferli. Loðnunni dælt úr nótinni ofan í kælda tanka og eftir fyrsta kastið erum við þegar búnir að fylla fyrstu tankana.
En við náum ekki nema þessu eina kasti, því nú skellur á með suðvestan 25 til 30 metrum á sekúndu og í þessu veðri útilokað að veiða. Eftir 2 sólarhringa brælu gengur veðrið niður, en bara í stuttan tíma og þennan stutta tíma verðum við að nota vel. Skammt frá okkur Lundey búinn að kasta á hann í loðnutorfu sem svo stór að við köstum í hana líka. Þetta spennandi. Þegar komin eru fleiri 100 tonn af loðnu í nótina og mikil kvika eftir bræluna veruleg hætta á að nótin rifni. Hvað sérðu? Þetta er rifið bara að leik. Hver? Lundey. Nei, var það? Er það mesta hættan núna? Núna er mesta hættan póki gefur sig. Já, þetta komið alveg saman hérna uppi. Já, þetta að koma alveg á skáan. Keyra þetta upp skáan svona á nóttinni. Já, þetta risakast hjá Gulla skipstjóra. Það svo mikið að loðnu í pokanum að hún dregur flotholdin á nótinni niður í sjóinn. Þetta risakast. Það er ekki bara smákað. Nei, ég sá að það var komið dekk. Það var alltaf að tala bara niður. Ég sá það. Ég sá það niður.
Við dælum loðninu, fyllum skipið og gott betur. Lundey á leiðinni til okkar til að fá að dæla því upp sem eftir er. Á sjó, þeir sóttu fyrr og siglum hafinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja á siglum hafinn breið. Fræknir sjómenn fyrrum komað frjálsri Íslands strönd. Þeir héðan sigldum höfin djúp og herjuðu ókun lönd. En síðan margir sækjað barsilt hafa landið frá. Bátar þeirra borist hafa bylgjum sjávar á. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigldum höfin blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja á siglum höfin breið. Þeir staðið hafi stormi og stórsjó dag og nótt. Móti bylgjum frost og fanna fast þeir hafa sótt. Skipið ösklar öldurnar þá ólgar þeirra blóð. Þeir eru sannir sjómenn til sóma okkar þjóð. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigldum hafinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja á siglum hafinn breið. Þeir sífellt farum sjávar leið og sigla varðing heim. Fiskinn góða fær á landið fögnum öllum þeir. Þeir lifa djarft á land og sjó í leik og hverri þraut. Þeir eru hafsins hetjur, þeim heiður falli skaut. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigldum höfin blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja á siglum höfin breið. Á sjó, þeir sækja á siglum höfin breið. Á sjó. Björn Jónasson, skipstjóri á frystitogaranum Málmi, siglir skipi sín úr höfn á Sauðárkróki. Borð 25 manna áhöfn og næstu 4 til 5 vikurnar verður unnið hér allan sólarhringinn á tvískiptum vöktum. Þegar frystilestin orðin full af verkuðum fiski, siglum við aftur heim í land, en ekki ólíklegt að við förum eins og einn hring í kringum Ísland við að eltast við þær fiskitegundir sem skipið hefur kvóta fyrir. Þegar ég byrja til sjós að þá sagði þetta reyndur eldri maður sem var hérna með mér að leið og ég hætti að vera hræddur á sjónum og þá ætti ég að fara í land.
frá því að skipstjóri ákveður veiðisvæðið sitt þá lætur hann okkur vita. Við erum þá væntanlega búnir að gera veiðarfærið tilbúið, setja á það aflanema og það sem það tilheyrir. Hérna eru 10 á vakt. Það eru 5 menn sem eru á efri dekki og 5 menn sem eru á neðra dekki eða millidekki. Og það eru þá efri dekkara sem að fara og láta trolli fara. Og það er byrjað á að hífa út pokann. Síðan er sett í hopparalengjun og hún er dregin út. Svo er gröndurum slakað. Grandararnir tengjast við tóklerana. Og þegar kemur þar á enda þá er þetta lásað í tóklerana. Og þá er veiðarfærið tilbúið til kösturar. Þess að sökkva því í sjó. Og þá er það bara miðað við dýpi ákveðið sem að þarf að slaka út af tógvél til þess að trolli setjist. Það er þetta bara rétt, helst bara rétt að snerta botninn. Misjafnt hvað tekur langan tíma að fá í trollið. Síðan er það sama ferli sem gerist þegar það er að hífa. Þá fara þessi sömu menn á dekkir. Það er lásað úr hlerunum. Leiðarnir tengdir við grandarana og það er híft inn. Þegar poki er komin inn þá er aflanum styrtað niður í móttöku. Þar taka við þá þeir sem eru á vinstri dekkinu, millidekki. Það byrja þeir sem allra fyrst að hausa aflanum til að ná honum ferskum. Og meðan þeir eru þessu þá ganga efri dekkara frá að hnýta fyrir pokann og þá hefst aftur sama ferlið að láta trollið fara. Þegar því er lokið uppi þá koma náttúrulega efri dekkara niður og taka til störf í vinnslunni líka. Við byrjum á Skagagrunni og þar var lítið, fengum 1,5 tonn ýsu og svo síðan fórum við á kallað Tunga og þar fengum við karfa, það hefði með ekki mikið vorum. Þá heldum við áfram vestur á Vestfjarðamið og Halan og þar fengum við að sussa og síðan vorum við búin að vera núna hérna kallað Straumnesbanki, það fór ágætis fiskir hérna núna, ýsu mest. Meðan tíminn stendur í stað, stendur í stað. Það þekkjast allir vel sem eru í þessu og yfirleitt flestir í góðu sambandi svona hverju annan. Meina hjálpast að við þetta. Stendur í stað, stendur í stað. Ég reyni að baka svona yfir flesta dagar. Ég baka brauðið svona oft á miðnætti og svona yfirleitt flesta dagar með skúfukökur eða pennukökur eða eitthvað. Já, ég er mjög duglegur að hringja bara heim, hringja hverjum degi og spjalla við konuna og börnin, sko. Ég var alltaf lengi bara að róa 1 túr og 2 í frí, sko, var bara afleysingar og var ég ekki eins mikið frá, sko. Nú er ég farin að róa 1 og 1, þetta gengur bara ágætlega. Börnin eru alveg svona, taka sig alveg sátt og konan líka. Það var svona erfiðara fyrst og svo venst þetta. Nú var það við. Haus. 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 Fiskurinn fer í gegnum þvottavélar fyrst hér og svo sést í blókunarhverinn. Þaðan á flökunarvél. Það er alltaf einn ákveðinn maður á hvorri vakt sem er datirna, hann sér fiskvinnslu vélarnar. Matsmaður sér að gæðin séu í lagi og hann tekur nýtingarpröfu sem er fyrir fiskistofu. Þetta er gert til þess að við líka getum fylgst með nýtingunni og við séum að fá sem mest út úr hverjum fiski. Frá flökunarvél er fiskurinn rótdreginn í ákveðinni vél og þaðan fer hann á snyrtiborð. Það sem að snyrtum hann á eins og það sem við köllum Bretlandsmarkað eða Ameríkumarkað. Það krefst náttúrulega ákveðinna þjálfunar að ná
færni í því og hraða. Allt byggir þetta svolítið á því að halda uppi góðum hraða. Frá snyrtiborði fara flökin á flokkara sem stærðarflokka flökin eftir þyngd. Þaðan þeim síðan pakkað í öskjur. Þegar búið að fylla pönnu, það eru 3 öskjur í pönnu. Það sett í frystitæki og látið frjósa í 3 klukkutíma. Undanfari misseri hefur í samvinnu við VÍS verið átaksverkefni gegn slysum borð í Málmi. Það er búið að vera óvenju mikil svona umræðum slys og svo er núna svona búið að vera hérna borð hjá okkur undanfari átak í gangi í sambandi við slysavarnir sko. Menn eru hægt að skráða niður þó að verði ekki slys, bara að verður svona hérubilslys. Svo kannski ef að verður svona hérubilslys oft á sama staðnum að þá er eitthvað að. Og þá er rétt að bæta úr því. Þetta er orðið allt öðru sem menn orðið mikið svona opnari fyrir þessu heldur en var. Þetta voru bara auðmýkjar í gamla daga og voru að tala um það að vera slysahætta einhvers staðar. Það voru engir hjálmar og ekki nokkuð skapaðir hlutir, menn voru ekki meitt eða neitt og svo sem ekkert verið að pæla neitt mikið í því. Síðan við að byrja að nota hjálmar svona, það gekk nú illa að koma því á því að mönnum fannst óþægilegt að vera með þetta og vildi ekki vera með þetta og svo hafðist það nú á svona í rólegheitunum og endaði með því að það voru allir farnir að nota hjálma og fannst það bara ómögulegt eiginlega að vera hjálmlaus. Síðan er þetta verið þannig eins og hjá okkur og held allstaðar að menn eru að vera í líflínu, það fer enginn inn í rennunni við líflínu. Það er nú hættulegast að vera. Og þegar er verið að taka trollið og belginn og setja strofföðnar á sem við höfum séð, það eru hefjítanum trollið og þá eru allir í líflínu. Og svo eru konir núna, það er nú reyndar ekki nema bara svona kannski 1-2 ár síðan að þá voru allir farnir verið björgunarvestum líka sem eru upp á dekki. Það var bankað heima hjá mér og ég spurt hvort ég vildi pröfa 1 túr á frystitogara. Ég er búin að vera hérna yfir 13 ár. Mér finnst ekkert ég taka mikið eftir ég sé eina kona hérna. Mér finnst ég eins og ég sé eina strákonu. Þetta eru svo fínir strákar hérna. Mér er gaman að skoða heiminn og leið og ég veit svona ágiska hvernig að vera landi þá er ég búin að panta mig ferð út. En yfirleitt svona veturnar þá er maður komin til Afríku eða Asíu eða eitthvað bara. Fólk velur sjálft og hafnar. Ég meina ég vil þetta líf umfram annað eins og það að hafa ferðað svona mikið heiminn. Ég vil ekki hafa sleppt því. Já, ég er hárgreiðslumaður, útskrifaðist 2004 sem hárgreiðslumaður og fór þaðan 2006 fór ég í flugnám, útskrifaðist sem atvinnuflugmaður 2009. Þetta er svona þótt öðru sem blanda, þetta er sjómannskan. Í fluginu ertu náttúrulega að ferðast heim, en á sjó ertu náttúrulega bara út á sjó. Stundum skapast þær aðstæður sem að maður getur ekki verið það sem maður vildi vera eins og þegar bróðir minn gifti sig þá misti ég því að ég var út á sjó og það er mjög leiðilegt og svo er til dæmis núna síðustu helgi þá var ættamót sem ég komst ekki á og svona það eru svona ýmis atvik og afmæli náttúrulega börnunum og svona. Þegar að pabbi ferst með MB Dagníu 7. mars 1969. Það var mjög erfitt að svona yfirstiga það að hann fór en kom aldrei aftur. Kannski það erfiðasta í þessu starfi frá mínum bæjardyrum, það er þegar eitthvað kemur upp í fjölskyldu eða hjá vinum og maður er svolítið lokaður út á sjó. Bara það að við mistum föðurbróður minn fyrir ekki löngu síðan
sem var minn vissulega uppeldisfaðir. Það var mér mjög erfitt að hafa ekki getað fylgt honum síðasta spölinn í þessu jarðrífi. Þannig að ég kom heim, það var allt yfirstaðið. Eins ef veikindi heima fyrir, kemur eitthvað annað upp, þá þetta auðvitað erfitt að geta ekki verið til staðar. En á móti kemur þegar ég í fríi og ef eitthvað kemur fyrir, þá getur maður verið til staðar.